Sæl Þórunn, Sæll Gummi, vertu velkomin hérna í dag. Gott takk. að sjá þig. Um, Mér langaði bara svona aðeins að ræða við þig í raun og veru hvernig þú kemur svona að Buteyko aðferðinni. Byrjum bara þar. Hvað var svona þínu fyrstu skref inn í þessa aðferð? Já, ég náttúrulega hafði ekki hugmynd um þetta, hafði aldrei heyrt þetta nafn, nokkuð tíma, aldrei. Og það sem að ég var svona leitandi eftir einhverju svona björgun vegna þess að ég var bara orðin mjög léleg og engin orka og var bara að verða eins og eldgömul kona. Ég er alveg gömul en ég var alltaf gömul, orðin alltaf gömul og ég sá bara mín að fara ekki sléttar og ég var bara reynilega farin að ákveða hvað yrði sagt í jarðarförinni minni. Þetta var bara ekki að virka við mig. Hvað var það sem var Og svona að plaga þig hvað mest? það var sko orkuleysi og rosalegt orkuleysi og náttúrulega er ég með sjúkdóm sem heitir hjartatif, eða sem sagt, já, gáttatif og líka hjartatif. Og ég er búin að vera með þetta frá því að, ja, 15, 16, 17 ár og það var svona allt í lagi fyrst, þetta var ekkert eitthvað svona agalegt og þetta var ekkert eitthvað að plaga mig mikið en ég þurfti samt, sko fyrst þá fór ég í takt sjálf og svo endaði með því að ég fór ekki í takt sjálfkrafa, þurfti alltaf að rafmynda mig og þá yfirleitt fyrstu árin var ég bara hress og bara já, nú er bara allt gott, sko, ég er komin í takt og bara labba út af sjúkrahúsinu og ekkert mál. En svo svona þegar fór að líða árin og sérstaklega á síðasta ári þá var ég þannig að ég bara var búin að vera í einn mánuð ekki takt og lækna, það var bara ekki pláss fyrir mig á hjartagáttinni. Og þeir voru svona að draga þetta og ég var bara orðin rosalega veik. Og þá fór ég, svo loksins komst ég að og með eftir mánuð og þá fór ég í takt við rafmyndinguna en ég lagaðist ekkert í orkunni. Okay. Þá sá ég alvarleikann í þessu, þetta var bara að verða svona svolítið skeri. Og ég var bara svona að hugsa og ég hef alltaf tíð verið þannig að ég hef alltaf leitað eftir alls konar aðstoð og hjálp í kerfinu á ýmsum stöðum og ef eitthvað hefur plagað mig gegnum árin og ég hef alltaf verið mjög dugleg, svona sjálfbjarga viðleitni, mjög sterka sjálfbjarga viðleitni. Og og þannig ég var eiginlega svona bara orðin svona bara eiginlega, ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera. Ég hef prófað mataræði og alls konar og það hefur hjálpað einhver tíma og svo eitthvað allt í steik aftur. Svo ég ég er á Facebook og þá sé ég þig vera að auglýsa ókeypis námskeið og það þú sagði snúði við langvinnum einkennum og stórbættu heilsuna þína. Ég segi þetta bara nákvæmlega eins og þetta var. Og mér fannst þetta svona eitthvað hreyfa með mér og ég hafði samband við þig og fór á þetta ókeypis námskeið, fór 2 og fannst þetta bara virkilega eitthvað sem að gæti jafnvel eitthvað haft áhrif á mitt líf. Sem var fría grunnnámskeið með Kristófer. Ha? Var það fría grunnnámskeið? Nei, með þér. Já, meinarðu streitunnámskeið? Já, það var streit, snúði mig, þetta var, já, það var ekki talað um Buteyko þar, sko. Nei. En og svo varstu að bjóða upp á svona, held ég 3 vikur, kenna okkur eitthvað annað og ég fór í það líka og fannst að þetta hafði eitthvað góð áhrif á mig. Og síðan fór ég náttúrulega ókeypis námskeið á Kristófer. Já. Og var náttúrulega að æfa þessa öndun hjá þér og Kristófer. Og þetta var bara að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið og ég er búin að vera að æfa í rúmt hálft ár og ég finn alveg rosalega mun á mér. Að það er sko,
Ég get alveg sko labbað upp úr stólnum á þess að halta og ég get alveg, mér vantar samt orku alveg ennþá og það er ekki alveg komið ennþá en ég hef alveg trú að ég er búin að vera bara í hálft ár, það hlýtur að gerast meira, ég hef alveg trú á því. Það Og gerist með hækkun í andnæmispásu. hvað sér ég? Það gerist með hækkun í andnæmispásu. Já, Orka og sveifla inn á andnæmi fyrir alltaf saman. já, Því meira sem andnæmi fyrir upp, því meira fyrir orkan. Fylgist alltaf að. já. Og ég er náttúrulega að stefna því að ná henni Það sjálfsögum. með því að iðka þetta og ég sé ekki eftir því og ég sé, en svo er ég sko, var ég fyrir, bara í síðustu viku, að þá, ég hef ekki, já, ég hef ekki fengið sko, ekki farið á takt, ég fór út, sem sagt, fyrir 1 ári síðan, þá var ég þarna veik í 1 mánuð og eftir það þá fór ég 3 sinnum upp á bráðamóttöku, eða ferli að fara fyrst á bráðamóttökuna og var rafmynd. Á 6 mánaða tímabili sem sagt. Nei, það var á 4 mánaða tímabili. Ok. Þá var ég ekki búin að hitta þig. Nei, ég skil. Ég held ég hafi farið í síðustu rafmyndinu bara rétt áður en ég hitti þig. Já, ég man eftir því. Já. Svo fór ég í já, þetta var sko, já, svo svo er ég að finna alveg strax að hjartað er svona stabilt, ég finna að það er eitthvað mjög gott í gangi og svo fyrir, hvað, var ekki mánuður eða eitthvað svona, sem ég byrja eins og sé að fara á takt, mjög öfgafullt, en ég fór samt ekki út takt, en það var alveg að fara að gerast. Já. Og ég bara þá notaði ég þessa aðferð, tók strax öndunarpásu, eins og við kallum það, og ég náði þessu niður. Magnað, ekki satt? Já, það var alveg rosalega magnað og ég fann alveg sko hvað ég var hrædd, skilur, þetta var í fyrsta skipti og samt sko fór ég að taka það sem að myndi hugsanlega virka að stoppa þetta af, sem á það gerði. Svo bara í síðustu viku þá fór ég að fá dans aftur og það var samt svona vægara og ég er svona og ég náttúrulega bara passa upp á pásunar og held mér við það og ég held mér alveg sko og ég finn alveg að ég er svona, ég er bara í lagi, skilur við, þó ég sé að fá svona smá aukaslög, hvað sem það er, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þetta er. Þannig að þú getur haft bein áhrif á hjartað með þessari aðferð. Já, alveg absolutt. Og náttúrulega tíminn á eftir að leiða meira í ljós, ég veit ekki hvað gerist í framtíðinni frekar næri. Það sjálfsögum. Já, þannig að þetta er bara eitthvað sem að ég mun nota alveg hiklaust og En það er gott að spara sér ferðin upp á spítalann, ekki? Já, það er ekki gaman að fara með bráðamóttökuna, ég bara segja það. Þetta er rosalega ferli og hrikalega erfitt, það er eins og maður sé bara ekkert alveg velkomin einhvern veginn, maður líður þannig með það. Hér áður sko þegar við þurftum að fara á bráðamóttökuna, þá fórum við alltaf á hjartakáttina og það labbaði maður bara inn eins og ekkert væri. Já. En svo breyttu við þessu að við þurftum að fara á bráðamóttökuna fyrst og það var rosalega erfið breyting. En svona, til að setja þetta aðeins í samhengi, ok, þetta er náttúrulega þegar maður heyrir það að fólk geti haft svona áhrif á gáttatíð, þetta er náttúrulega ekki eitthvað sem maður heyrir daglega, þetta er svona ótrúlegt að mörgu leyti, en það sem sumir átta sig ekki á í þessari aðferð, þetta er nú ekki beinlínis auðveld aðferð, myndirðu segja, þó hún sé svínvirki, hún er ekki auðveld, eða hvað? Nei. Hún er svo erfið að ég er nú yfirleitt mjög trúlega að segja fólki ef ég finn eitthvað svona brilljant aðferð til þess að hjálpa við eitthvað í lífinu, þá er ég mjög dugleg að segja mínum vinum og vandamönnum frá því og er nú ekkert alltaf svo vinsælasta sko. Og ég er nú svona búin að læra það núna að vera ekki að því, en allavega að
ég hugsa með mér, þetta ekki sem ég ætla að tala við hann. Þetta svo erfitt. Þetta er ekki fyrir alla. Nei. En Og sá ég sem bara, tilbúinn til að gera þetta, hvað já, uppsker hann? já. Hvað finnst þér? Já, sko þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta náttúrulega bara vinna. Og ég sem betur fyrir það hef ég nú svolítið góðan tíma. Ég náttúrulega ekki að vinna úti. Akkurat. En ég nota náttúrulega allan daginn alveg til að vera í þessu ferli. Akkurat. Og það ekkert sko stopp, þú veist, þetta bara ég þarf alltaf að hugsa þetta. Já. Og uppskeran svo að ég að bara, líf mitt bara ekki það sama. Nei. Algjörlega ekki það sama. Sko, þegar ég var að fara fram úr rúminu á morgnana, þá var ég bara eins og nýrað kona. Og ég var alveg í rusli bara, ég myndi detta niður og ég var svimaði svo mikið. Ég núna labba ég bara eins og tvítugur kona bara upp úr rúm fram úr. Þetta hefur mögnu áhrif á mann, ekki það? Já. Og svo var ég með svona svima, rosalega svima, alls konar svima. Ég var bæði með svona heyrnarsvima, ég var með steinaflakk, ég var með svona, já, ég bara átti, það var svona mismunandi tegundir, ég fann það alveg, sko. Og á tímabili var ég þannig, ég gæti ekki fara út að labba. Akkurat. Mér fannst ég bara ekki geta staðið, bara, þú veist, ég átti bara ekki neitt í það að halda mér í, sem sagt, ballast. Og það nú reyndar svolítið langt síðan það var og það hefur nú svona betur fyrir ekki komin aftur, en svimin hefur haldið, eða alls konar svimi og hann aðeins ennþá og þá á ég svona eitthvað sem ég get gert, sem þið kennum mér. Þá hendur salt undir tungu, ekki það? Já, salt undir tunguna. Og það hefur áhrif? Já, það hefur, já, og ég var voðalega lengi að fatta það, sko, þegar þú varst að segja mér, setti salt undir tunguna þegar ég svona, og ég einhvern veginn trúði því neitt, þú veist, ég var bara einhvern veginn að, þú veist, svo var ég bara drepast allar daginn, sko. Nákvæmlega, þú ert ekki svo fyrsta. Svo bara allt ég, sko, fór ég svona, já, kannski það að prófa meira og svo náttúrulega prófaði ég eitthvað og svo glemdi ég því og alls konar, þú veist, þetta bara svo leiðis. Og en núna það bara salt og ég bara með salt í öllum vössum. Nákvæmlega. Til öryggis. Það það sem einkennir búteik og iðkanda, að saltið alltaf í hönd. Já. Ég búin að kaupa svona litla stauka, litla poka og það salt bara í öllum veskinu mínum og öllum vössum. Já. Og í bílnum og þannig að það rosa mikið öryggisnagli fyrir mig og ég get sko haldið mér svona voða fínni allan daginn ef ég dugleg og að taka pásurnar og nota þessa björgunaraðferðir og þetta náttúrulega rosalega spennandi fyrir mig vegna þess að ég sagði áðan, þá ég með mjög mikla sjálfbjargarviðleitni og mér finnst rosalega gaman að finna að ég get gert eitthvað sjálf, ekki alltaf bara hlaupa til læknis. Nákvæmlega. Sem ég gerir náttúrulega alveg samt, sko. Það sjálfsögðu. Og og ég alveg ekkert að því. Hæ? Enda ekkert að því. Nei, ég alveg með fasta lækna, sko, hjartalæknir og augnlæknir og allt þetta, en svo ég með, sko, já, það sem mér finnst það spennandi við þetta, ég finn, sko, eins og ég sé núna minn eigin læknir. Þegar ég eitthvað, þá bara, já, býtu, hvað þarf að gera núna, þú veist, þá þarf ég bara að stoppa kannski við mjög erfiðar aðstæður. Nákvæmlega. Þú veist, til þess að bara koma hlutunum í lag. Og ég þarf líka að róa mér, skilurðu, og það sem að einkenndi mig líka rosalega mikið, þó að mér fannst ekki sjálfri, ég verið eitthvað rosa stressuð, ég svona frekar hress og til talin vera svona, þú veist svona, ég hláti mild og svona, hvort að það virkar svona kannski að suma eins og ég sé eitthvað stressuð, en ég var allavega ekki að upplifa mig svona stressaða. En þegar ég var kannski að hreyfa mig, til dæmis bara í eldhúsinu hérna, og ég þurfti að snúa mig við í eldhúsinu, þá bara var bara hausinn bara, þú veist, svona, bara allt í klessu. Og ég
þurfti svona stundum bara áður en ég kynntist þessu bara að taka svona meðvitað ákvörðun það að gera allt alveg rosa rólega og það var ótrúlega fyndið. En svo núna að þá finn ég sko að þetta er nánast í farið, algjörlega nema þarna að þessi smá svim en ekki þó að ég sný mig við. En það sem ég það sem ég finnst svo spennandi að það er að já, þetta er sko stressið að því að ég finn sko að þetta stress hefur verið rosa mikið í líkamanum og ég víst andaði fyrir nokkra personur ef ég heist. Hvað var andnæmið þú byrjaðir? Ég held að það hafi verið eitthvað 8 eða 10 eða eitthvað. Cirka, já. Og í dag? Það er sko, það fer niður í 20 og upp í 24 þegar við vorum fyrir 25 og stundu kannski aðeins herra eftir því svona sem hvernig staðan er. Þannig að í raun og veru það sem kallast normalisering andadrátts er andnæmi 60. Já. Ok, sem þýðir 8 er gífurlega lágt. Það er gefið að þessi einstaklingur er mjög orkulaus. Það er gefið að þessi einstaklingur er með einhvers konar langvinn einkenni. Já. Þannig að leið þú ert komin upp í 20-25 sem þýðir það að þú ert komin 1/3 að lokatakmarkinu. En þó svo að þú sért ekki komin lengra en það, þá er samt svo mikið breyting. Já, nákvæmlega. Þannig að árangurinn liggur í andnæminu. Já. Og það er rosa erfitt að ná því upp. Að sjálfsögðu. Það er ekki mjög sko ódýr leið. Nei. Það er eitt sem víst er. En myndirðu hætta í dag? Eða myndirðu hugsa tilbaka? Nei, ég ætla aldrei að hætta þessu. Það er bara, þetta er lífið mitt að anda rétt. Að það er bara, þetta er, sko ég hef náttúrulega lært að anda svona djúpt og eitthvað svona og bara svona eins og flestir gera. Að þetta er bara allt annað. Það er ekki verið að tala það. Nei. Og til dæmis svo þegar ég tek þessa erfiðu pásur sem er alveg reynd maður að kafna, að ég er að kafna, að þá samt sko á vissum tímapunkti þá bara finn ég alveg hvernig bara slaknar á öllu. Já. Það er bara eins og bara, þú veist, bara stressið er farið. Akkurat. Og ég er bara eins og ég nánast í fái róandi sprauti æð. Ég tek ekki róandi eða neitt svoleiðis. Það er góð tilfinning. Það er svo góð tilfinning að bara finna það og þetta er svo náttúrulega leið. Þetta er ekki eitthvað sem ég er að taka inn. Akkurat. Ég er ekkert að ímynda mér þetta. Ég er ekkert að gera eitthvað, þú veist, eitthvað yfirnáttúrulegt. Ég er bara að vinna vinnuna sem þarf. Það er bara, sko ég er svo rosalega þakklát fyrir þetta að hafa kynnst þessu og ég bara, þetta er svo magnuð aðferð. Ég verð að segja það. Ég er alveg sammála. Hvernig fannst þér að vinna undir umsjón með Kristófer? Hann er náttúrulega bara frábær sko. Þú veist, það er náttúrulega erfið fyrir mig tungumálalega að segja sko að ég er náttúrulega ekki góð í ensku og þú hefur nú hjálpað mér að vera túlkur svolítið fyrir mig. Þannig að það er bara, hann er náttúrulega rosa klár. Og svo finnst mér líka rosa gaman að horfa á myndböndin frá Marta. Já. Og heyra frá öðrum. Því ég er náttúrulega svolítið ein að þessu, sko, þú veist. Ég er ekki með einhvern hóp með mér eða einhverja vinkonu einu sinni, skilur. Það er ekkert, nema þú. Við erum saman svolítið í þessu, á Skype, sem er náttúrulega hentar rosalega vel í dag. En náttúrulega ég myndi alveg vilja að Kristófer tala íslensku eða ég tala ensku. Nákvæmlega. Þá væri málið öðru sem ég tjá mig meira og svo er það náttúrulega rosalega skemmtilegu sem náttúrulega er ekki, sem ég finnst alltaf rosalega mikið atriði. Já. Að vera skemmtilegur. Geta legið og láta svolítið illa. Já, hann er nefnilega hans skemmtilegur. Já, það er nefnilega. Nei, þetta er náttúrulega bara ég er rosalega ánægð með þennan árangur sem ég hef fengið og líf mitt er bara sko, allt öðru sig. Ef þú myndir draga þetta saman bara í svona mjög í stikkorð, hver er þín breyting frá því að þú byrjaðir og núna 6 mánuðum síðar í dag? Ef þú getur sett þetta bara svona
í stuttan lista. Getur Ok, það? já, skal reyna. Sko, bara þannig að ég bara á lífi, miklu meira á lífi. Ég var bara hreinlega stundum að bara í andastýrtum. Mér leið bara þannig. Ég var komið með öndunarvél, kæfisvefn og allt saman. Og öndunarvélin er farin. Hún fór tiltölulega fljótt, ekki satt? Jú. Nánast bara strax. Já, og þá þurfti ég náttúrulega að gera vissa hluti til þess. Að sjálfsögðu. Já, það var ekkert eitthvað frítt spil, sko. Ó, nei, það er ekki frítt spil. Nei, alls ekki. Og þetta er sko, já, bara, sko, ég gat aldrei staðið upp úr sófanum öðru sem að þurfa að standa í svolítinn tíma á þangað til ég gat farið að hreyfa mig. Og þá var bara, þú veist, rassinn lengst aftur fyrir og allt þetta. Stend núna upp eins og ekkert sé. Ég gat alla farið á, sko, ég var alltaf að fara á klósettið að pissa út um allt. Ef ég bara, þú veist, á nóttinni og bara, þú veist, þess vegna pissaði niður úr ef ég kannski ekki nógu fljótt á klósettið, algjörlega farið. Algjörlega, ef ég fer einhvers staðar í Kringluna sem ég náttúrulega reynlega gat ekki en get núna, þá var ég alltaf sko bara, þú veist, alltaf að hugsa að fara á klósettið þegar ég var, en núna veit ég ekki neitt. Ég bara, það er ekki mál. Ég þarf ekkert alltaf að hlaupandi á eitthvað klósett eða ekki setja stefnuna og hvað er pílur á klósettið. En allavega, þú veist, og þetta er bara líka það sem gerist hjá eldra fólki. Þú veist, það næri ekki að halda þessu nógu vel, en þetta er farið. Algjörlega, til dæmis. Svo er líka skýrari hugsun, miklu skýrari hugsun. En náttúrulega ennþá svolítið með heilaþoku, en hún hefur minnkað gríðarlega mikið. Já. Ég var alltaf með verk í hnjánum og fekk sinadrætti og alls konar svona vesen og það er allt farið. Hvað ég segja? Já, svo til dæmis er allt svona alls konar andlegt, sko. Þess að ég var mjög stjórnsöm. Ég er mjög stjórnsöm. Og það er einhvern veginn ég er að vakna svo með það, skilur, alveg ok, Tóni, slakaðu nú aðeins á, sko, og mér tekst þetta einhvern veginn, tekst þetta að sjá þetta, það er svo ótrúlega magnað og viðurkenna það, og svo er ég bara miklu rólegri og bara einhvern veginn, já, bara þetta er einhvern veginn, já, það er eina sem ég á eftir að ná svolítið meiri, náttúrulega, það er göngurnar. Ég er ekki alveg nógu góð í því að. Það mun koma. Ha. Það mun koma. Og svo náttúrulega líka, ef ég borða minna, þú veist, ef ég borða of mikið, þá er ég ekki getað tekið pásnar. Það er magnað að sjá áhrifin milli matar og hvernig líkaminn andan. Maður bara trúði þessu ekki þegar maður byrjaði í þeirra aðferð. Maðurinn minn segir það er allt annað að sjá hvað borða, það borða svo lítið, en ég er ekkert bara léttast eitthvað mikið, ég er náttúrulega ekkert alltaf á viktinu, en ég veit ekki út af hverju það er, sko. En ég er samt eitthvað að renna saman eitthvað pínu, en það er, þegar maður eldist, þá er það náttúrulega líka hægari brennsla og náttúrulega kemst ekki göngunar. Það er náttúrulega getur haft líka áhrif, sko. Akkurat. En ég er náttúrulega bara að borða alveg, sko, en öðruvísi, þú veist, ég bara hugsa mér, ef ég borða á mikið núna þá getur þú ekki pásu og þá ertu komin í djúpan ský. Já, gigantísk áhrif. Já. En matarlistin, hún verður einhvern veginn bara minni, maður er ekki svangur. Já, maður er ekki alveg eins svangur, sko. En ég er svona svengdar típa, sko, ég hef alltaf verið rosa svöng manneskja, alveg frá því ég var lítið krakki, sko, alltaf svöng og þú veist, og mamma mín, hún alveg, og pabbi mín og allir í familinu, hún var svo happy þegar ég borðaði, því ég var að deyja og hungri, sko, ég var svona mikla kirtla, stóra kirtla, og var alveg bara á spítali marga mánuði, sko, maður næringu í æð, og þá bara, þú veist, ég fekk alveg svona uppeldi, ég átti alltaf að vera að borða mikið, og allir svo, sjáu þið barnið, hún borða svo mikið, og eitthvað, hvað er gaman, þú veist, og ég bara kann þetta. Það er svolítið erfitt og ég veit að þessi farsi, hann þarf svona aðeins hann þarf svolítið tíma svona að tikka inn hjá mér. Hjá öllum, við öll þurfum nýja, þetta er
hvað maður segja, þetta er ný hegðun gagnvart sjálfum sér, sínu algjörlega. umhverfi Úff, og það sem maður gerir yfir höfuð. svo langar mér svo að segja líka annað. Það sem ég finnst náttúrulega líka ótrúlega, það sem ég verið að segja, ég hef alltaf verið svona duglega að ná mér í svona upplýsingar og ef ég hef þurft að fá hjálp. Ég þarf þess ekkert núna, þú veist, þetta einhvern veginn bara þarna. Akkurat. Það bara fer allt einhvers staðar á rétta stað. Já. Öndunni mín er rétt, eða eins og hún getur verið með mína aðstæður. Ég er að vinna í því. Algjörlega. Þú veist, ég þarf ekki á einhver öðru að halda. Skilurðu? Ég á náttúrulega mína trú og allt það, þú veist, það er eitthvað sem er alltaf verið með mér, en þú veist, og það hefur ekkert breyst, en þú veist, ég bara að vera alltaf að leita að ykkur, já, ég þarf sko þetta geti kannski hjálpa mér og eitthvað svona, nei, bara, burtu með þetta, bara því. Fyrir mig var þetta alltaf þannig þorstinn að leita ykkur sem virkar, hann hætti. Já. Það var svolítið þannig. Þetta var einhvern veginn bara nóg. Það þarf ekkert meir. Það var mín tilfinning. Líka, þetta er akkurat það sem nákvæmlega það sem ég var að reyna að segja. Þú veist, þetta er bara svona. Og það er svo rosalega mikið frelsi. Þegar maður bara allt í einu, já, ég þarf ekkert að vera að skoða eitthvað þetta og skoða eitthvað hitt, sko, sem Kristján segir, bara þetta er ekkert mál. Þú veist, fáðu bara eina smáköku og einn tebolla, bara búms, allt búið. Fáðu bara köku og slaka á, eins og það segir. Já. Þetta var gaman, skemmtilegt. En Þórunn, þetta var alveg æðislegt. Mér langar kannski að spyrja þig svona einna spurninga viðbót, að því að náttúrulega þessi aðferð er svolítið svona mótsagnakennt oft á tíðum og fólk kemur á þessi ókeypis byrjandanámskeið og læri aðferðina og fer svona síðan út í sitt horn og byrjar að gera þetta. Hvað myndir þú svona ráðleggja fólki sem kemur á aðferðinni, hvernig það hvort það ætti að gera þetta yfir höfuð og hvernig það ætti að fara að þessu? Hvað er svona þín? Það er bara fyrst á alla leið, sko, það er að fara og tala við þig í artjóka. Þú ert náttúrulega maðurinn hér á Íslandi, svo eini, sem ert að gera þetta í gegnum Buteyko, sem sagt, sá eina sem fann þessa aðferð upp og þú bara leiðbeinir þessu fólki áfram, ég myndi segja það. Það er mín reynsla. Og svo náttúrulega fara á ókeypis námskeið, líka hérna úti hjá Kristoffer, sem er alltaf öðru hvoru, 3-4 ári. Það er mjög lærdómsríkt. Og maður þarf að fá hjálp. Þú gerir þetta ekki einn. Sko, það er alveg grundvallaratriði. Þú getur ekki gert þetta einn. Nei. Ég hefði náttúrulega reynt. Ég er alveg þannig týpa. Sko, þú veist, ég hefði reynt að gera þetta einhvern veginn, en þegar þú veist, við erum náttúrulega búin að vera í sambandi, daglegu sambandi í hálft ár, rúmlega hálft ár. Og þú veist, og þú tekit alltaf eitthvað röflandi yfir mér, skilurðu. Þú tekit alltaf eitthvað að segja mér eitthvað til, alls ekki, þú mjög spara á það, því þú lætir mér svolítið svona að hafa fyrir þessu líka, en þú kemur alltaf með svo mikla gullmála, sem bara alveg virka alveg rosalega vel. Ég bara mæli 150%. Lykillinn í þessari aðferð er að vera í stöðugu sambandi. Af því þetta er ferli sem fer í gang. Já. Og ég skrifa niður allt sem ég geri, þú veist, allar pásurnar, hverjum einasta degi, mjög samviskusamlega, og síðan ég byrjaði, þá hefur ekki eitt skipti sem ég hef sleppt úr. Nei. Aldrei. Þú ert það sem við köllum hvítur hrafn. Ég man eftir því, sko, þegar ég byrjaði að finna þetta, sko, bara ég var búin að vera í þessu eitthvað mánuð og bara var alveg blauta bak við eyrun, sko. Og við fórum norður á Akureyri, Óli, og þá skal ég segja þér, var ég á hótelherbygginni að gera æfingar. Þú veist, kunni þetta ekki neitt. Þú veist, þetta var alveg rótir, þegar ég bara fann að þetta var eitthvað sem myndi virka við mig.
Því Já. að þegar maður stendur frammi fyrir því að heilsa manns er gjörsamlega að gera út af mann, Mhm. þá svona björgun alveg vel þegin. Og ég myndi segja það að hvetja aðra til þess ef þeir þurfa á því að halda. Og þó þeir þurfa ekki að halda svona mikið til björgun. Að læra að anda rétt og læra að gera þetta á réttan hátt. Það ólýsanlegt. Það breytir öllu. Það breytir allri starfsemi líkamans. Já. Gjörsamlega frá A til U. Bara, já. Þannig að þú myndir mæla með þessu fyrir aðra. Já, það. En ég ekki samt að hvetja fólk að segja þessi auðvelt að la, þú veist, skilur. Gerir það ekki. Þetta er kannski erfiðasta jobbi sem maður tekur að sér. Ég get veldur á því. En verðlaunin eru þarna til staðar. Ef þú vilt fá góða heilsu og ef þú vilt láta þér líða vel, eins og allir vilja, Það sjálfsögðu. í þessum heimi sem núna, alveg allir að kálast hérna, við þurftum eiginlega að setja Trump þangað líka. Já, það ekki. Það væri fín leið. Kannski þegar hann kemur til Íslands þá kemur hann í Búteko. Já, ég myndi sko alveg hygglega sko, þú veist, mæla endalaust með þér, algjörlega og Kristófer og þessu ferli, alveg. Og maður finnir líka sko, það sem ég finnst líka, að það er svo mikið einhvern kærleikur í þessu. Þið ekki að hugsa peningana eða utan náttúrulega þurfið þið að lifa og þurfið náttúrulega eitthvað að fá borgað. En þú veist, þetta ekki samt svona þessi markasetning og allt þetta, þú veist, þetta sett einhvern veginn þannig upp eins og, þú veist, og það alveg fleiri mann sem koma og bara, þú veist, já, það eitt sem ég líka búin að læra svo rosa mikið. Allir þessi markasetning út allt. Það alltaf verið að segja mann, maður þurfa að gera þetta og gera hitt. Nú ætti að borða svo mikið prótein, nú ætti að gera svona mikið svona, kreatín, nú ætti að gera þetta og þú veist, og það allt út af því að einhver maður að búta til einhver staðar og búin að setja þetta í dollur, einhver að sæta dollur og þú þarft að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega ég ekki að neyslast af því að fólk þurfa að lifa, en þetta samt alveg rosalega mikið markasetning og við höldum að þetta sé að bjarga okkur. Þetta ekki að bjarga okkur. Þetta einfalda atriði sem ofsalega erfið, það að læra Búteko. Og það var líka mín upplifun þegar ég lærði fyrst með Kristófer og Mörtu. Það var svo tími sem þau gáfu mér. Ég svaraði spurningum, hjálpa mér að skilja þetta almennilega því að þetta eru flóknar hugmyndir oft. Já, algjörlega búf. En þakkaði kærlega fyrir. Já. Ég geti talað endalaust vel þetta. Þetta mun hjálpa þeim sem eru að hugsa sig hvort hann ætti að gera þetta eða ekki. Það engin spurning. Þín orð eru mjög mikilvæg. Já, ég vona að þetta geti haft einhver áhrif á einhvern. Algjörlega. Já. Ég takka fyrir bara mig. Sömuleiðis. Einst. Bye.